Komið sæl, við ætlum að skoða hérna fyrri skákina hjá Hjörvari Steini Grétarsinni. Hjörvar er að tefla á heimsbikarmótinu Sochi. Hann teflir tveggjaskaka einvígi við Kirill Stubak, stórmeistara frá Hvíta-Rússlandi. Eins og sjá má þá er Hjörvar töluvert stigaherri, hann hefur 2603 elostig, en andstæðingur hans 2485. Þannig að fyrirfram ætti Hjörvar að vera örlítið sigurstranglegri, en það getur ýmislegt gerst í tveggjaskaka einvígi. Við skulum sjá hvað fór fram í þessari skák í dag. Hjörvar hót tafli nokkuð óvænt á kóngspiðinu, 1-2 til 1-4. Hann hefur mest verið í gegnum tíðina í enska leiknum og bara D4 byrjunum. En þetta kom eitthvað óvart, þannig að líklegast var hann að leitast eftir því að sækja að frönskuvörn Kirill Stubak sem hann teflir langoftast í 250 af 350 tilfella með svörtu móti E4 hefur hann leikið E6. Þannig að Hjörvar líklega hefur treyst á það. Og D4, D5. Frönskuvörn þetta er C3 og það kemur upp hérna eins og kallað vineferabreyði. Biskup B4. Hjörvar leikur E5 og hér hefur Stubak beitt ýmsum leiðum, drottning D7, B6, C5. Hann valdi C5 hérna, þetta er aðalleiðin, A3 og hér er yfirleitt upp á C3. Langalgengast, en Stubak velur hérna að koma Hjörvar óvart. Líklegast hefur hann svona grunin að Hjörvar gresku og ekki vilja að tefla aðalaðberið biskup C3. Talið að Hjörvar að vera með einhverjar hugmyndi þar, þannig að hann leik biskup A5 með svo kallaða armenska aðberið. Kenti þá armensku skákmenn Kopian, Vaganyan, Leputian sem teldu þetta aðbreyði með góðum árangri, en ég held að þetta hafi átt svona eilítið undir högg að sækja svona síðustu 20 ára eða svo. Líka B4 sem sterkur leikur, hvítur alltaf reyna að ná tökum á þessum D6 reit. Það má einnig drepa B4, þá kemur líka rittari B5 og rittarinn alltaf að komast hér inn. Það er bara að hjálpa hvítum ef eitthvað er. Sjáum hérna eftir B4 til dæmis tekið hér skák, bara C3 líklegast og biskupinn kemur hér og hvítur með flotta bætur fyrir P, drottningin getur komið hér og herja á þetta P og svo framvegis. Þannig að situr upp D4, þetta er B5, biskupinn hörvar til að valda að skáka D6, hvítur valda P-ið og menninni koma hérna út nokkuð eðlilega og hvítur er bara C7. Hann veit fá þennan biskup að því að svörtureitin er veikja svolítið, bæði þessi reitur og aðalega þessi hérna. Hvítur vil ná góðum tökum á þessum D4 reit, kemur rittarinn út hérna, sama skákin hér, biskup D2. Já, hérna er að ég held algengast að leika biskup A4, en Stubak leikur hérna drottning B6 sem er svona hálfgerð tempotapaleika hér og hér. Hjörvar náttúrulega bara herjar á P-ið sem er eðlilegast stöðunni, biskup B5, hann drepur hérna. Þetta var telst áður og í raun fann ég skák með Gunnari Finnlausinni með hvít, þar sem að andstæðingur hans leik hérna drottning A6, gaman að segja frá því. En slaka á leik drottning A6 nema Stubak leik hérna drottning C6. Hér hafði ein skák telst biskup C5 sem er fyllleikur, en hér var leik hérna A4 sem er þá nýjung. Og hugmyndin er ef að svartur drepur, þá kemur drottning E2 og drápi hér eða það að leika B5 er bara einfallega illviðráðanlegt, þannig að svartur verður að leika annað hvort C4 að drepa D3. Hann drap á D3, hér var það með P-ið, bæði til að valda hennar reit og til að opna C-línuna. Drottning D7, B5. Hann vill ekki hleypa sér rittara B8 út. Það fær ekki þennan reit. Hérna töldum við að Hjörvar var með nokkuð þægilega stöðu, það er með eitthvað betra. Drottning B3, hrókur af C8. Þannig að þetta vandamál hérna er enn til staðar. Hrókur af C1, drepa B5 og kaup á einu para hrókum. Stubak setur hérna B-pið og Hjörvar valdar. Drottning D8 og hérna byrja á loksins virðist svartur vera að komast rittara út. Og já, hér er eins og hvítir finningar leið svona til að bæta taflinu verulega
leikurinn að H3, svona frekar rólegur leikur. Riddari D7, ekki snittarinn út, hrókur C, hrókur tilbaka. Hér á reyni eitthvað að bæta henni í, svona setja drottningun á svona aðeins aktífari reit. Hrókur A vill halda mönnunum minna á, hvítið hefur meira rými, þannig að yfirleitt er það þannig að svo sem hefur meira rými leitast við að halda mönnum minna á. Biskup F2 og H5 og svartur er búin að laga stöðuna verulega. Hér á fyrir henni kaup, riddari D4, eitthvað smeyku inn að riddara og B6 sem að undirbýra geta ekkert tíma leikið henni riddari C5. Þannig hér á við stoppa það leikurinn að drottning til D6, drottning E7 heldur svona þessari spennu hérna og riddari C5. Þá er eiginlega árið þing að fara í kaupin því að annars eru eiginlega þessi peð að falla hérna, þannig að hér skiptir upp og leikur hrókur A8 skák. Líklega er eitthvað betra hérna þegar hrókur C, þetta er svolítið leiður í löppun. Biskupinn getur hörfað og hóttum D4. Þannig líklegast hefði það verið besta leiðin, en hér var tefnilegt svona nokkuð örugt, vildi ekki taka mikla sensa, kemur hún með kónginn, kóngur F3, F6 og drepur hún F6. Það má vera að það sé svona spurning hvort hann er að drepa eða drepa ekki. Flestum leist vel á að halda þessu biskupinn á D4. En samanskapið með biskup og riddara þá getur verið lógist á opnatabli og peð báðum megin á borðinu, þannig að biskupin getur sterkari. Hrókur A6, setur á peðið, hrókur B7, hrókur A8. Þá ítir svarturinn af miðborðsböðunum, E5 og drepur A4. En það jafnt að liði, en okkur fannst þetta orðið svona aðeins óþægilegt núna. En nú er svartur komið með aktífa riddara hérna, hrókur er komin inn og það eru veik peð. Þetta er onni, kannski ekki alveg strax út af skákinni. Þetta er veik peð og einhverju stöðum getur komið hérna hrókur B2, drepur B5. Þannig að hér er þetta að finna hérna góða leiki og hann leik hérna kongur D4 og fer í mótspil. Þetta er að ná þessu peðið hérna. Stúbak kemur með kónginn, kongur F5 og biskup C3. Þetta er góð leikur, okkur fannst erfitt að finna leiki í þessari stöðu en þessi leikur verið svona að leysa ýmis vandamál. Ef kongur drepur D5 strax þá drepur hann D3 og setja biskupinn og svo drepa hér eða þá jafnvel setja þetta peð. Þessi leikur svona býður aðeins og eiginlega svona, býður svartum upp á að leika og hrókur C, hrókur A2. Þau myndi vera að fara hér og herja á þetta peð vantanlega hjá Stúbak sem hann á gerir en þá dreipur hér á D5 og ef hrókur dreipur þá getur hann borið biskupinn fyrir, þannig að það er allt í góðu. Þessi leikur virkar svona meira bröðóttur, hóttar einhverjum hérna fráskákum. Það er hrókur D2, stoppar allt. Riddari F4 skák, kongur D6. Mikilvægt að fara ekki á C6 út af hrókur C, biskupinn fellur. En hérna er hér að hóta bara að fara að sækja þetta peð og jafnvel að tefla þá til vinnings. En Stúbak fann riddari D3. Það virtist alltaf að endtaka hér en hér var hættu við og dreipar hérna riddarann. Hrókur D3, hrókur B2 og byrjar á að skáka hérna. Kongur E4 og kongur C6. Ég held ég að svartur myndi leika F5 en hann drap hérna G2. Hér var það F-peði hérna móti en þá var svartur þetta peð. Og við svona veltum þessu lengi fyrir okkur en niðurstaðan er svo að þetta jafntefli. Þessi staða var jafntefli allt endafli. Ég held mér smá stund að þessi leikur hefði verið sterkur þar sem að eftir B6 B7 það geti hrókur komið hann að reynt hérna í einhverjum stöðum en það reynist ekki raunin þessi svartur á bara að skáka fyrst áður en að fara að bílínuna. Hér á leikinu hrókur F8 og Stúbak skákar og fer á stað með sitt eigið peð og kemur í allalega hátu og þá er þetta einfaldlega ekki nóg. Ég reyndar axlist allur upp hérna þegar við vorum að lýsa þessu beinu útsendingu. Ég fór með kónginn hér og held að þetta væri eins og kallar laskastúdía þar sem að kóngurinn fer svona tröppugang, skákum kónginn niður og völdum peðið, fá mannspannið og svo framvegis.
skákum og hér og þetta endurtekur sig og treflir svo hér. Hins vegar kóngur E3 í jafntefli, þannig að ekki einu sinni það dugði til. En svo bökkum nú hérna já, eftir hérna hrókur H4 þá kom kóngur F5, kom bara með kónginn að og já, það svo bara valdi þetta peð hérna og nær því og hérna var auðskipti drepa á G3 og eftir kóngur G2 þá missi hvíti hrókin líka, þannig að jafntefli var niðurstaðan og já, fín skákja Hjörvari og hefði alveg getað dottið hjá honum en Stupak varðist vel og jafnvel komið ykkur að segja á köflum en Hjörvar fann góða leiki og fekk jafnvel smá möguleika aftur á að vinna. En þetta var fyrsta umferðin og á morgun teflaði aðra skák Hjörvar með svart og já, hann þarf alla á jafntefli og náði því þá teflaði þetta þrautar á miðvikudaginn og það verður gaman að fylgjast með því. Segja það gott, takk fyrir.